á daginn og velkomin í Silfrið. Þau eru sest hérna hjá okkur formenn allra þeirra flokka, 8, sem hafa komist inn á þing í gær og í nótt. Velkomin öll sömul. Við ætlum aðeins að fara fyrst yfir niðurstöður kosninganna. Já, ég ætlum að verða að kíkja á þetta. Tölurnar voru nú ekki komnar fram fyrir endanlega tölur fyrir í morgun. Það gekk sennilega að telja í Suðvesturkjördæmi og Norðvesturkjördæmi. En niðurstöðurnar eru sem sagt þær að flokkur flokksins vinnur glæsilega sigur, fer með 4 menn inn á þing, næstum 7% af fylgi. Framsóknarflokkurinn, náði upp í næstum 11, 10,71 með 8 menn. Miðflokkur hann er aðeins hærri en Framsóknarflokkurinn, samt með 7 þingmenn. Síðan koma Píratar sem tapa nokkuð, tapa 4 þingmennum, eru með 6 þingmenn, Samfylkingin bætir við sig 4 og er með 7 þingmenn, Sjálfstæðisflokkurinn er með 16 þingmenn, tapar 5, Vinstri græn bæta við sig 1, þó ekki nema 1% stigi og Viðreisn tapar 3 þingmennum. Þetta er nú svona, þetta er í grófum dráttum niðurstöðurnar og við erum hérna með sigurvegara og ég má segja tapara líka. Byrjum á þér, Bjarni. Þessi niðurstaða hjá ykkur, margir tala varnarsigur, en í svona sögulegu samhengi þetta nú ekki beint glæstur árangur. Hvernig metur þú stöðuna fyrir þinn flokk? Já, ég held að bara allt of margir spekingar sem eru að spá í spilin, þeir eru búin að vera svo lengi á sviðinu að þeir eru stattir einhvers staðar í 1970 og Sjálfstæðisflokkurinn er í 40%. En í þeim veruleika sem ég er og hef verið núna síðustu 10 ár, þá er Sjálfstæðisflokkurinn verið á þessu bili 25–30%. Við erum stjórnarflokkur. Ég hef verið forsætisráðherra í þessari ríkisstjórn og setið í ríkisstjórn síðan 2013 og það er sótt að Sjálfstæðisflokknum sem þeim flokki sem ber ábyrgð á einhverju stöðu og ég held að megi segja að allir hinir flokkarnir, hver og einn einasti, sagði, það er Sjálfstæðisflokkur sem hefur borið ábyrgð á þessu, við ætlum að gera þetta einhvern veginn öðruvísi. Og í því ljósi, og í ljósi þess að við erum bara í gjörbreyttu landslægi, borið saman þennan gamla tíma sem alltaf er verið að vísa til svona samanburðar, þá er ég bara mjög glaður með það að við unnum sigur í öllum kjördæmum, við höfum fyrsta þingmann í öllum kjördæmum. Ég sé rosalega eftir þessu fólki sem ekki er að koma með okkur aftur inn á þing, Unni Brá og Teiti, Vilhjálmi, Valgerði og síðan mistum við líka Hildi úr Reykjavík. Þarna erum við með ungt fólk og reynslu meira, við erum með konur. Þannig ég sé rosalega eftir því fólki, en ég er samt sáttur við það að fá þá niðurstöðu í kosningum sem snúast það að afla fylgis að við erum afgerandi langstærsti flokkur. Katrín, við erum bara að segja svo hér, kosningasigurinn sem var búið að spá ykkur, hann bara varðaði ykkur, því bæti við ykkur 1% og 1 þingmanni. Og þetta hljótar nú að vera dálítið mikil vonbrigði og líka það að bara hvar fór þetta út af sporinu hjá ykkur? Já og nei, sko. Já og nei. Auðvitað hefur verið frábært að fá 30% eins og í einhverju könnun, en hins vegar er þetta næst besti árangur minnar hreyfingar frá upphafi og við erum að bæta við okkur og ég er alveg sátt við þennan árangur af því að ég hef séð okkar fylgi í skoðanakönnunum fara úr 5% í 30% á skömmum tíma. Það hefur verið mikið flot oft í gegnum tíðina, en auðvitað hefði maður gjarnan viljað fá meira. Ég neita því ekkert. Hvað fór út á sporinu? Ég veit það ekki. Við vorum ekki með nein útspil eins og ég sagði í gær. Við vorum ekki með kosningabaráttu sem byggðist á neinu öðru en því að leggja okkar stefnu og gildi bara í dóm kjósenda. Já, svolítið mikið þig líka. Það var keyrt dálítið mikið á þinni persónu. Ertu að segja að þetta er að fara út á sporinu út af mér? Ég veit það ekki. Var það kannski ekki nóg? Hefðu við kannski þurft að vera meira afgerandi? Það getur vel verið. Ég meina, sko, maður er nú aldrei góður að dæma þetta, en ég meina það var þetta mjög hart sótt að okkur og sótt mjög hart að minni persónu í svona neikvæðum árangri, þannig að kannski hefur það haft eitthvað að segja. Heldur það hafi virkað að mikið talað skattakvötu, mikið sótt að ykkur út af fyrirhuguðum skattahækkunum? Já, ég hitti marga sem sagði, já, mér er nú mjög misboðið fyrir þessum auglýsingum, en það var samt gert að verkum að ég ætla að beina atkvæði mínu annað. Þannig að þú veist, ég meina það kann vel að vera, en þú veist, það eru þetta bara fabulósjónir líka. Ég er með fegin ég var laus við allar svona persónulegar árásir. Já, þú ert mjög heppinn. Það var gott að vera laus við Nei, ég meina, horfum bara á þetta eins og þetta er. Þetta var þetta bara heilmikið á ýmsa bóga, skiljiði. Og eftir því sem ég fylgdist með þessu sem ég kannski gerði nú ekkert sérstaklega nákvæmlega, þá beindist það bæði að okkur en líka hérna. Sigmundur. Svo þú fékkst að vera með í þessu. Sigmundur, það eru margir sem að telja Miðflokkinn vera einn af sigurvegurum þessa kosninga. Þú hlýtur að vera ánægður með ykkar lokaniðurstöðu. Ég er náttúrulega himinlifandi.
fram að þessu var borgaraflokkurinn sá flokkur sem hafði fengið mest fylgi sem nýr flokkur. Þetta virðist vera sama fylgi. Ég þarf reyndar að fá aðeins nákvæmari tölur til þess að sjá hvort við höfum tekið metið. En hvað sem því líður að vera í þessari stöðu 10,9% sem nýr flokkur, ekki bara nýr, heldur glænýr, formulega stofnaður fyrir 3 vikum. Það náttúrulega alótrúlegt. Maður bara ennþá allt að sjá þessu og trúa þessu. En þetta hefði ekki verið hægt nema vegna þess að það kom saman alveg ótrúlegur hópur af fólki, ótrúlega öflugur hópur sem að framkvæmdi þetta á þessum skamma tíma. Sko, þú ert aðeins sýnist mér nokkurum prósentum brotum hérna fyrir ofan Framsóknarflokkinn. Er það skemmtilegt? Já. En þú ert samt með færri þingmenn? Já, það er einhver geggja í því. Ég heldur að Samfylkingin sé líka með færri þingmenn en Framsókn, þrátt fyrir að vera og var í fylgi. Já. En auðvitað það ánægilegt að vera fyrir ofan sem flesta. Já. Inga, þú hlýtur nú að teljast ásamt Sigmundi, kannski helsti sigurvegari kosninganna. Við heldum kannski að þú yrðir ekki þetta með okkur í dag, en þú ert hérna og ert að fara inn á þingmenn næstum 7% fylgi og fjóra þingmenn. Já, þetta er bara ótrúlegt og hérna ég get ekki annað sagt en ég er afskaplega auðmjúk og þakklát og ég segi nú eins og Sigmundur að án okkar góða fólks og allra þeirra sem hafa lagt hönd á plóg við að gera þetta að veruleika þá hefðum við ekki náttúrulega hefði ég ekki setið hér. Þess vegna segi ég bara ég er komin í partíð og hérna nú verður eitthvað gert, sko. Varstu hissa á þessu? Já, sko, miðað við skoðanakannanir, það gáðu það ekkert í kynna, voru okkur ekki velviljaðar, náttúrulega, það var nokkuð ljóst, þannig að við bróstum nú venjulega, eins og ég segi, bjartsýn og brós bjarga deginum og hver tekur mark á þessum skoðanakönnunum, það er nú ekki alveg að gera sig og það hefur bara sýnt sig og sannað núna. Og náttúrulega margir sem töluðum að þín frammistaða í þessum síðasta leiðtogaumræðu þætti hefði svona verið óvenjuleg tilfinningaþrungin og kannski talað inn í hjörtu margra. Þeir sem voru kvikindislegir sögðu að þú hefði grátið inn á þing. Já, og það er athyglinna virði, sko. Í rauninni þessi frammistaða sem rætt, hún var sannarlega ekki í takt við það sem ég hafði hugsað mér í þessum þætti. Ég ætlaði nú ekki að fara bara háskæla fyrir framan alla þjóðina, en einhvern veginn þegar mér fannst ég upplifa mig að allir voru að horfa eitthvað til framtíðar og allir voru að tala einhverja 4. iðnbyltingu og mér fannst enginn vera að tala í rauninni. Það er alltaf verið að reyna að segja okkur að reyna að læra að lifa í núinu og það er það sem minn draumur snýst það er að reyna að koma öllum þjóðfélagsþegnum í þá stöðu að búa hér í sátt og samlyndi og líða hér vel og lifa hér með reisn og þegar einhvern veginn vil ætla að fara að segja þetta þá bara festist þetta í mér einhvern veginn. Mér fannst þetta bara vera allt eitthvað svo dapurt, mér fannst allt eitthvað svo sorglegt og mér fannst enginn í rauninni vera að að koma að auga að vilja sjá raunveruleikann eins og hann blasir fyrir mér og svo allt og mörgum öðrum en hér er ég komin og hvað sem ég grét miðin á þingi eða ekki þá var það sennilega þess virði að þetta skildi fara svona gjössalega óböndunum sem það gerði og ég verð bara að segja mér þykir mjög miður ef að ég sett allt á annan endan hjá fólkinu okkar sem var að horfa á sjónvarpið. Þetta var ekki... Þú setur náttúrulega allt á annan endan varðandi stjórnarmyndanir að þetta verður allt miklu flóknara eftir að þið eru komin inn. Það er kannski... Það er svo mikið svoleiðis, við í flokki fólksins, við erum svolítið skemmtilegir svona, já. Sigurður, það er líka talað ákveðin svona varnarsigur hjá Framsókn. Hann náttúrulega klofnar flokkurinn í baráttunni, en þið svona haldið ykkar, ertu sammála því? Er þetta sigur eða... Þetta er náttúrulega gríðarlega öflugur varnarsigur, bæði í ljósi þessara aðstæðna sem svona voru hér uppi, að það var fyrir formaður, stofna nýjan flokk, gengur vel og sækir auðvitað sömu mið. Og líka það að fyrir 2 vikum þá vorum við í könnunum eftir könnunum að mælast með 5,5 til 6%. Og niðurstaðan hver? Við endum 8 þingmenn, nákvæmlega eins og í fyrra. Núna erum við reyndar 3. stærsti þingflokkurinn, voru 4. síðast. Samheldinn hópur, en kannski það sem hefur verið svona mesta breytingin núna á Framsóknarflokknum á þessum 3 vikum, að nú flokkurinn alheill. Hann gengur samheldinn til allra verka. Ég hef ekki séð flokkinn minn svona glaðan og viljugan til verks, þannig að við erum að hefja vegferð sem ég hlakka til að taka þátt í. Og við höfum kannski ekki verið sterkari í dálítið langan tíma vegna ýmislegara atburða sem hafa verið að gerast á síðustu misserum. Þannig að ég er gríðarlega ánægður með þennan
öfluga varnarsögur, en ég er líka sammála því sem þið hefur sagt hérna að verkefni okkar stjórnmálamannanna að mynda starfhæfa ríkisstjórn, það hefur ekki orðið auðveldara við kosningarnar í nótt. Sigmundur sagði að varaformaðurinn væri nú eiginlega hálfpartinn í Miðflokknum. Já, ég held þú ættir ekki að beina þessari spurningu til mín. Við stjórnmálamenn getum alltaf haft það val hvernig við högum okkar orðum. Ég hef til að mynda valið það í lífinu að reyna að sameina fólk og sameina þjóðina, tala okkur upp, ekki vera með dylgjur eða eitthvað slíkt hvorki þá sem að keppa við atkvæði hérna með mér við borðið. Og ég voða glaður að ég og Framsóknarflokkurinn getum bara verið þar. Meinar þetta, Sigmundur, að hún sé svona, já, hálfu megin í Miðflokknum? Eða er eitthvað sem mistir út úr þér í svona hitta leiksins? Nei, ég meina, við höfum verið mjög á sömu línu pólitískt, ég og Lilja Alfreðsdóttir. Það var ég sem kallaði hann í rauninni inn í stjórnmálin, gerði hann að utanríkisráðherra, sem utanþingsráðherra, og það var ekki handahófskennt val, það var vegna þess að ég vissi hvar hún stæði og hvers konar manneskjun væri, og hún á ýmislegt sameiginlegt með okkur í Miðflokknum. En henni hefur væntanlega staðið til boða að fara bara einfaldlega með ykkur, en það greinilega gerist ekki. Nei, það er gott að hafa öfluga Miðflokksmenn í mörgum flokkum. Þorgerður Katrín, maður hugsa nú samt, ríkisstjórnin sem að þú sast í, hún býður algjört afhroð. Eitt flokkurinn þurrkast náttúrulega gjörsamlega út og það er bara maður spyr sig hvaða lexía það er, það er flokkurinn sem að fór. Sjálfstæðisflokkurinn tapar og þið tapir líka stórt. Þetta er einhvern veginn eins og að þessi ríkisstjórn hafi verið alveg, já, kannski bara mistök af ykkar hendi. Já, hún var náttúrulega stóra mikil áskorun. Það var búið að fara 4 eða 5 hringi í stjórnarmyndunarviðræðum og það er kannski það sem að Viðreisn þarf líka að horfast í. Við erum ungur flokkur, við vorum ekki að víkja okkur frá þessari áskorun og verkefni. Þetta voru stór verkefni. Við fórum inn með 7 þingmenn og fórum inn í stóra mikil ráðuneyti líka. En ég vil ekki meina að það hefði verið mistök. Það var margt fínt sem að þessi ríkisstjórn var á leiðinni með, var búin að greiða niður skuldir hjá ríkissjóði og það var eitt og annað í pípunum. En fyrir okkur í Viðreisn og þessar kosningar, ég segi fyrir 10 dögum þá vorum við í duftinu. Við erum komin inn með 4. Ég hefði viljað sjá 5, það hefði verið allsæl bara, þannig ég segi það alveg eins og er. En það er mikilvægt fyrir okkur að okkar rödd heyrist þarna áfram. Frjálslynd, alþjóðasinnu rödd, við munum halda fólki við efni varðandi breytingar á stöðnum kerfum og tala jafnréttismál, ekki síst. Þórhildur, þið tapið 4 þingmönnum og voru hafi náttúrulega verið mjög svona hávær í stjórnarandstöðu og mikið af könnunum mældi ykkur nú kannski eitthvað herra. Er þetta mikill skellur fyrir Pírata? Þetta er vissulega vonbrigði, en á sama tíma að þá höfum við náð þeim árangri að ná í 3. skiptið inn á þing, umbótarhreyfingin Píratar sem að margir hefði nú spáð að myndi ekki eiga sér stað og það er held ég ekki sérlega algengt að svona umbótaöfl eins og okkar lifi þetta lengi. Við sáum nú flokk sem að datt bara út núna við það að reyna við sitt 3. kjörtímabil. Það sem að mér finnst kannski mikilvægast að hafa í huga er að skilaboð Pírata eru komin inn í hinn almennu stjórnmál. Við erum farin að tala gagnsæja stjórnsýslu, við erum farin að tala upplýsingafrelsi og tjáningafrelsi og við erum farin að taka okkur stöðu gegn þöggun og leyndarhyggju í stjórnkerfinu og það eru fleiri flokkar farnir að gera. Þannig að við sjáum það líka bara að okkar skilaboð er að komast til skila og að meðan að við sitjum áfram inn á þingi að þá verður þeim haldið á lofti og vonandi komumst við bara lengra með það þegar á líður. Logi, þetta fór alveg ágætlega hjá þér. Samfylkingin er svo sem komin aftur. Hún er í atkvæðatölu 3. stærsti flokkurinn. Þið reyndar fáið ekki þingmannafjölda alveg í samræmi við það. En þetta er, ef ekki segja að þetta sé alveg ásættanlegt fyrir þig í svona uppbyggingu á þessum flokki sem einhvern veginn var rjúkandi rúst. Jú, þetta var nauðsynlegt skref. Við töldum reyndar að við myndum hafa 2-3 ár til þess að breyta flokknum, en við þurftum að leggja út í þennan leiðangur með mjög skömmum fyrirvara í haust. Og gerðum það bara mjög hratt og örugglega og það tókst. Ég man að þegar ég tók við sem formaður fyrir ári, þá var svona verið að gera grín að mér og klappa mér á öxlinn og kalla mig útfararstjóra Samfylkingarinnar. Ég held að sé orðinn veislustjóri Samfylkingarinnar í dag. Og ég held að það sé bara farsælla að taka þetta í einhverjum skrefum. Við höfum núna bara burðugri sökkul að byggja á
og ég sannfærður að við munum vinna okkur upp áfram. En þetta samt næst versta útkoma flokksins í Já, en það segir það ef þetta verður fasti hér eftir, þá það ekki ásættanlegt fyrir sósíaldemókratískan flokk sem á að vera stór á miðjunni. En ég tek eftir því að það allir að vinna hér í dag og það gott. Taparinn í dag hins vegar þingið. Við erum að missa fullt af konum út af þingi, við erum að fá svona kalla eins og mig og þar fyrir ofan kannski og þeir eru að flykkjast inn og það ótrúlega sérkennileg skilaboð í ljósi þess að tvær síðustu ríkisstjórnir falla annars vegna spillingar og hins vegar vegna mála sem tengjast ofbeldi og ofbeldi gegn konum og börnum. Og ég held að það sé núna bara mjög brýnt að við flokkar sem höfum lagt áherslu á virðingu, traust, heiðarleika og baráttu gegn kynbundnu ofbeldi að við tökum okkur nú dálítið tak og setjum það rækilega á dagskrá íslenskra stjórnmála. Bjarni, ég ætla að halda hans áfram með þetta. Þið fáið 12 karla og 4 konur og þú nefndir það náttúrulega áðan, þið missið þarna 3 konur út. Þetta hlutfall sem að margir ekki flestir myndi telja óásættanlegt árið 2017. Já, ég ósáttur við það. Hvað þetta gert? Flokkurinn auðvitað hefur kosið að fara þessa prófkjörsleið almennt og fyrir þessa kosningar þá byggðum við á prófkjörunum frá því í fyrra og þetta niðurstaðan. Við eigum rosalega öflugar konur og það sorglegt að sjá, fyrir hvert prósent sem við fórum niður frá því fyrir árið síðan, þá mistum við þingmann og þar af alltaf margar konur. Þó ég sjá líka eftir strákanum, Ég meina það liggur alveg fyrir, þú hefur sett að fordæmi að þú hefur breytt listum þegar það hefur verið fyrir séð að það væri erfitt eða... Já, og ég hef tekið, ég hef ekki haft það sem reglu að jafnvel oddvitar eigi tilkallin sem sitja í ríkisstjórn. Þegar að mér hefur þurfa að jafna kynjahlutföll, þá hef ég rætt það í flokknum, í þingflokknum og við höfum bara gert það. Hefði ekki þurft að gera það með sterkari hætti nú? Já, fyrir þessar kosningar þá var þetta meira í höndum kjördæmaráðanna og þau verða hvert fyrir sig að komast að niðurstöðu og þetta var niðurstöðan. Ég trúði því að Hildur næði inn, hún var lengi inn í gær, ég trúði því líka að Unnur ætti góða möguleika. En Flokkur fólksins fekk frábæra kosningu í suður og Miðflokkurinn og Framsóknarflokkurinn hvor sig með ágætis niðurstöðu. Þannig að það var þröngt á þingi í Suðurkjördæmi til þess að koma unni að þessu sinni. En ég veit ekki, maður heyrir ofta að það sé menn séu of þaulsetnir á þingi. Ég sé yfirleitt mest eftir þeir sem eru reynslumiklir. Þó maður vilji einhverja heilbrigða endurnýjun, að þá þetta full mikið fyrir minn smekk. Við erum nánast búin að taka þingið og sturta úr því bara reglulega bróðurpartinum af þingmannunum. Þetta er gríðarleg endurnýjun á 10 árum. Þið eru ekki með neinn nýjan þingmann og VG held ég ekki með neinn nýjan þingmann einn. VG er með einn nýjan þingmann og ég vil nú segja það eins að því ég sé nú mjög eftir því að sjá kynjahlutföllin fara niður á við á þinginu og það sýnir okkur náttúrulega bara og ungt fólk er líka fara og bara hvað kynjamisréttið eiginlega nú rótgróið að alltaf þegar við teljum að við séum að ná hér jafnrétti þá verður bakslag af því þetta er svo rótgróið í okkar samfélagi hvað sem okkur finnst það. Ég er eins og mjög stolt af minni hreyfingu því við erum með konur í meirhluta af kjörnum þingmönnum og það er að því að við höfum þorað að beita okkur þannig að við erum bara með skýra reglur það að það skuli ekki halla á konur í okkar hreyfingu. Þannig að það skiptir auðvitað miklu máli. Ég ætla aðeins að tala líka unga fólkið af því það líka umhugsunarefni. Þetta eru nú kosningar þar sem ungt fólk var talsvert á dagskrá, málefni ungs fólks, menntamál, húsnæðismál, hvernig framtíð ætlum að búa unga fólkinu, þá staðreynd að kjör þess hafa setið eftir í samfélaginu. Þannig að það er líka dapurlegt að sjá ungu fólki í raun og veru fækka á þingi. Jú, ég er sammála því. Við erum náttúrulega núna aðra kosningar í röð með 5 konur og 3 karla. Við erum vissulega með ákveðnar reglur en það er mikið jafnrétti í 100 ára gamla flokknum og við höfum ekki áhyggjur af þessu og ég tók eftir því í gær á kosningavökunni hjá okkur. Ég hef ekki séð annan eins fjölda af ungu fólki og það var það sem við upplifðum í kosningabaráttunni. Já, vegna þess að við lögðum áherslu á að leysa vanda unga fólksins sem að það tók eftir. Sunna. Ég upplifi mikinn viðsnúning frá því í fyrra, bæði kynslóðaskipti og svo líka að þessi kynjahlutföll breytast afskaplega mikið. Við erum að fara úr því að vera held ég í 4. sæti yfir flestar konur á þingi niður í það 19. Og ég var svo stolt af því í fyrra hvað við treystum mörgum konum til þess að sitja á þingi og hvað mikið af ungu fólki líka sem að treyst til ábyrgðar.
og mér finnst við sjá einhvern veginn afturför til gamalla tíma, til eldri tíma þar sem það eru aðalega eldri karlar sem að fá að stjórna þessu landi og mér finnst það mjög mikill miður. Af því að ég held að okkar kraftar, þeir nýtist líka vel. Ungar konur og ungt fólk, mér finnst að það verða að veljast til ábyrgðar líka og mér finnst það vonbrigði að við séum að sjá þennan rosalega viðsnúning í þessum kosningum gagnvart þessum hlutföllum. Kallarnir eru náttúrulega komað alltaf mikið inn í gegnum Miðflokkinn og Flokk fólksins. Já, ég hef meira að vilja fá 2 í viðbót. Jafnvel þó ég hefði verið eina konan sko, vegna þess að Eva Halldór Gunnarsson sem hefur náttúrulega verið mín sterkasta stoð og stytta alveg frá því að Flokkur fólksins var stofnaður og barist alveg ofboðslega vel við hliðina á mér og sennilega oft á tíðum hefði ég nú bara gefist upp ef það hefði ekki verið fyrir hann og hans Elíu. Kom ekki til tals að hafa fleiri konur? Hann hefði orðið elsti maður sem nokkuð tíma hefði verið kjörinn á þingið ef hann hefði komið núna og það var á tímabili í nótt eins og við sáum sem að hann var virkilega að banka á dyrnar sem hugsanlegi 5. maðurinn okkar inn og svo náttúrulega Magnús Þór Hafsteinsson sem að er þó reynslu mikill og búin að vera á þinginu og svona þannig að þó svo að ég sakna þeirra, ég vildi óska þess að við... En þetta eru bara kallmenn, kom aldrei til tals að stilla upp einhverjum konum sem ættu möguleika að fara inn fyrir flokkinn? Jú, sko, í rauninni þá verða það náttúrulega að vera til staðar fyrir það fyrsta og þannig að eins og þetta kemur upp núna þá voru meira konur voru að taka annarsætið eða jafnvel að vera kannski 3 konur í fyrstu 5 eða... Sigmundur, hvað eru þið? Þið eru 6 kallar og 1 kona eða er það... Já, það raðast þannig tilviljulega kennt. Það munaði litlu að Guðfinna, þeir farið inn í Reykjavíkurkjördæmi norður, því miður hafðist það ekki og eins hefði getað fengið uppbótarmann í Suðvestur. Þetta er ekki alveg góð hlutföll. Verið allt önnur. En þetta eins og staðan á þinginu öllu eru þetta tilviljulega kennt og mun sveiflast. Það sem ég held við ættum að spá í sérstaklega varðandi stöðu kvenna í stjórnmálum er áferð stjórnmálana. Maður hefur tekið eftir því að fólk reyndar almennt, en kannski sérstaklega konur eða svona hlutfallslega meira konur, eru bara ekkert hrifnar af því hvernig stjórnmálin líti út og þar af leiðandi finnst þeim þetta ekki freistandi starfsvettvangur. Eðlilega eins og þetta hefur verið að þróast. Ég held að það sé þreytsamt þessi rök að konur sæki bara ekki í pólitík. Ég held að það sé bara ekki trúverðugt lengur að segja það. Þetta er bara staðreynd og ef við ætlum að leysa hlutina þá verðum við að líta á staðreyndina. Og staðreyndin er sú það er allavega ekki að sópast að mér. Staðreyndin er sú að yfirbragð stjórnmálanna er ekki gott og það er orðið sífellt erfiðara að fá fólk, bæði konur og karla, til þátttöku í stjórnmálum og hlutfallslega er það ennþá erfiðara varðandi konur. En ég verð samt að segja að tilviljanakennt er þetta ekki. Ég verð að segja að þetta er ekki tilviljanakennt. Þetta auðvitað ræðst af því hvernig flokkarnir raða upp á sína lista og þar skiptir auðvitað máli hlutfall kvenna í hópi oddvita. Það er ekki tilviljanakennt en það. Og í uppstillingum er það þannig. Hún er að segja hér er nákvæmlega málum. Mér finnst þetta að vera rök sem að halda ekki lengur sem að Sigmundur er að setja allavega Viðreisn er að þannig að það var alveg ótrúlegu fjöldi ekki síst af ungum konum sem að tóku þátt í kosningabaráttunni með okkur og það er núna að fara menn að tala stjórnarmyndunarviðræður og fleira og ég verð að segja eins og er að fyrir okkur í Viðreisn þar sem að jafnrétti er svona lykillinn og allir nálgun okkar á öll málefni að mér er til efs að það sé endilega fýsilegt að fara með flokkun sem eru með fornaldar nálgun í jafnréttismáli. Það mun skipta mjög miklu máli fyrir okkur að það sé flokkar sem að hafa ákveðin fókus á ungt fólk og ekki síst jafnréttismál. Ertu þá mögulega að útiloka hérna þessa flokkar sem eru með Ég er ekki að segja, ég er ekki að útiloka neitt. Ég er ekki að útiloka neitt en það er gott að Inga skilur það að jafnréttismálin eru pínlítið í klessu hjá Flokki fólksins. Já, Logi? Já, ég segi nú bara fyrirgefðu aðeins Sigmundur. Sko, kúltúr sem að byggist á því að menn telji þjóðinni sinni trú það að henni sé best borgið með einhverju ákveðni mynt og einhverju ákveðni umhverfi, fara svo sjálfur með peningar sinni til útlanda, kúltúr sem að byggir á því að flokkur sér takið fram yfir þjóðina þegar kemur að því að gefa upplýsingar viðkvæm mál. Það er akkurat þetta umhverfi sem konur væntanlega vilja ekki stíga inn í. Hvað gerum við þá? Þá breytum við þeim kúltúr. Ég held, Logi, að það sé miklu frekar meinfýsni eins og þú ert að sýna núna og framkoma til bara alls ekki. Og framkoma þín til dæmis í þættinum í gærkvöldi eða í fyrrakvöld. Ég held að það sé miklu frekar
þessi ásýnd stjórnmála. Já, heldurðu það? Það sem þú ert akkurat núna. Heldurðu það? Sem að heldur fólki frá þáttöku í heldurðu það? Vettvangi. Hvernig finnst ykkur kosningabaráttan hafa verið? Menn það er mikið talað þessar nafnlausu auglýsingar, það var náttúrulega margt á netinu, það ekki það hefur verið kostað talsverðu til að auglýsa undir nafnleynd og margt svona, við fórum dálítið langt út í það að ófræja fólk. Píratar upplifðu þetta mjög sterkt í fyrra og nú hefur þetta aðalega beinst að VG. Mér sýnist svona fólk sem að fyrir utan náttúrulega umfjöllun Stundarinnar sem var sett lögbann á, en það er náttúrulega ekki nafnlaust. Og umfjöllun Pírata. Umfjöllun Pírata. Hvað er það að tala? Ég er bara að tala það hvernig þið hafið talað þessi mál, bara almennt. Já, svona orðblaði hjá okkur. Ég held að við höfum öll fengið á okkur eitthvað svona. Ég meina, og menn geta með þessum samfélagsmiðlum targetera ákveðna hópa. Ég var til dæmis á Norðausturlandi að svara alla kosningabaráttuna fyrir einhverja uppgerða skoðun mína og skipulagsmálum og flugvöllum í Vatnsmýrinni. Þú veist, þessi tækni sem að menn búi yfir geta gert mönnum kleift að taka ákveðna hópa fyrir. Ég er ekki að halda því fram að aðrir stjórnmálaflokkar eigi þátt í þessu. Ég held að skipti hins vegar rosalega miklu máli að við sameinumst allir flokkarnir núna að hafna þessar aðferð. Þorgerður. Já, ég segi bara eftir höfðinu dansa limirnar og ég er svolítið sammála með Loga. Það skiptir máli hvað skilaboð forystu fólk í stjórnmálum setur inn í flokkana. Það er freistingar innan allra flokka að fara í persónuna, fara í Sigmund eða Bjarni eða Katrínu eða hvert sem er. Og þá skiptir máli að formenn hvers flokk segja, heyri, við förum ekki þangað, við ætlum að vera í kosningabaráttu á málefnalegum nótum og við ætlum ekki að leyfa líka svona auka búgreinum sem eða fylgifnöttum í kringum flokkana að fara í einhverjar duldar auglýsingar eða eins og Katrín lenti í með skattakötu eða Bjarni hefur líka lenti í þessu. Þetta er bara ömurlega leiðilegt og þessi hræðsluáróður sem að líka var að hálfu Sjálfstæðisflokksins varðandi vinstristjórnin, þetta er bara þreytt. Það er þetta sem gerir stjórnmálin óaðlaðandi, miklu frekar heldur en að þau eru ekki nægilega aðlaðandi fyrir konur. Ég held að það sé vera áhugavert og ég held að þið voruð að spyrja svona hvað við höfum verið að gera. Við lögðum mjög miklu áherslu á það og það eru þetta kannski ekkert hefðbundi fyrir flokkinn lengst til vinstri að horfa, það er kannski, við vorum að minnsta kosti lengi vel kallaður á mótiflokkurinn og ég hef allavega lagt mjög miklu áherslu á það að við í þessum kosningum eins og þeim síðustu vorum bara að leggja fram okkar sýn og við reyndum að fókusera á hana, að við værum að bjóða upp á einhverja tiltekna sýn, tiltekin gildi sem ekki endilega snýrust að vera á móti þessu ágæta fólki hér. Og þess vegna þykir mér mjög vænt það fylgi sem við fengum. En voru ekki eitthvað fólk sem var í kringum flokkiðin sem var samt með skítmokstur? Já, við vorum með þetta með okkar eigin skrýmsladeild. Ragnar Kjartansson setti fram hvolpavídeóið fræga og þar sem hundarnir Bjarni, Katrín og Brynjar komu við sögu og það vakti lukku en ég tel nú það frekar svona góðvilja grín í þessu. Nei, þetta er meira svona nafnlaust. Nei, ég meina og það var augljóslega ekki nafnlaust enda var hann í framboði fyrir okkur skilur en sko þetta er auðvitað, ég meina það er auðvitað ákveðin öfl bæði á ýmsum stöðum í hinu pólitíska litrófi. Við verðum bara að gæta sanngirni því sem voru að beita sem er nafnlausum hætti og mér finnst það leiðilegt. Sigmundur og svo Bjarni? Já, við lögðum áherslu á það strax frá upphafi að við ætlum að vera jákvæð hreyfing og það var send út svo lína okkur með einasta degi að vera ekki í skítkasti og ekki í leiðindum og alls ekki persónuleg. Heldur leggja áherslu á málefnin. Og þetta er alvarlegt vandamál sem að við verðum að taka á saman þó að menn langi að setja fram aðra skýringar. Það er alvarlegt vandamál að það er orðið óaðlaðandi fyrir fólk, bæði karla og konur, hlutfallslega er það meira konur, að fara inn á þetta starfsvið. Og það breytist ekki á meðan að stjórnmálin halda áfram að þróast meira og meira út í svona eitthvað persónulegt níð. Það breytist fyrst þegar við förum að snúa okkur aftur meira að málefnunum. Og það virkar líka eins og við sjáum að niðurstöðu Miðflokksins, við lögðum áherslu á málefnin, vera jákvæð og glöð og það virkaði. Bjarni. Ég held að við verðum nú aðeins að átta okkur á því líka að þetta hefur alltaf fylgt stjórnmálunum. Óbóðslega mikil harka, menn ganga of langt. Maður þarf ekki annað en að lesa gömlu flokksblöðin til þess að sjá hvernig orðræðan var á sínum tíma. Þá voru líka mótmælafundir, þá var hnippt í þingmenn, þeir voru á gangi fyrir utan þinghúsið og við höfum oft farið í gegnum tímabil. Við höfum verið að gangi í gegnum töluvert erfiða tíma núna. Og netmiðlarnir gera þetta töluvert auðveldara að ráðast af fólki. Ég held að fjölmiðlarnir verður líka aðeins að taka til sín svolítið í þessari umræðu. Þeir elska skandala.
þeir elska svona eitthvað rosalegt uppþótt og hlaupa á milli með mikrofónum. Og ég get alveg sagt eins og að mér fannst sumir fjölmiðlar fyrir þessar kosningar bara tapa sér í spenningnum yfir næsta skandal. Og það í raun og veru ekki fyrir að kemur svona heilt yfir aðeins betra jafnvægi á þetta og þegar öll að botni kvöld þá það bara sko persónleg tengsl milli fólks sem að ráða því hvort menn geta haldið stjórn á þessu landi, hvað menn eru tilbúin til þess að leggja á sig, þrátt fyrir öll óþægindin til þess að vinna gott fyrir land og þjóð. Þannig til dæmis ég að nálgast þetta að sko Guð minn góður hvað maður geti verið fyrir löngu síðan bara halla sér aftur í hægindastólum og fara að gera eitthvað allt annað og verið bara laus við allt nýðið og bullið og vitleyssuna. En maður í þessu sko vegna þess að það einhver aðri tilgangur. Og ef maður finnur að það eru fleiri á sviðinu sem að eru hugsandi þannig, þá verður maður bara einfaldlega að leiða þetta hjá sér og það ekki hægt að biðja í opnu lýðræðissamfélagi að það verður slökkt á þessum hátalara. Því að hann verður alltaf þarna, hann hefur alltaf verið þarna og það verður auðveldara með þessum nýjum miðlum. En ég segi, ég hef orðið fyrir vonbrigðum með fjölmiðlunum líka. Það bara, ég vil aðeins koma boltan líka til þeirra þannig að þetta sitji ekki bara í fanginu á stjórnmálamönnunum sem hafa verið svo vondir hver við annan. Við skulum aðeins skipta gír, langar að ræða aðeins stjórnarmyndun, það sem framundan hjá allavega einhverjum ykkar. Katrín, hver finnst þér að fá stjórnarmyndunar umboð? Sá sem telur sig geta mynda starfhæfan meirihluta. Er það þú? Ég horfi til þess að stjórnarandstaðan með 32 þingmenn að loknum þessum kosningum sem eru tíðindi í sjálfu sér og fráfarandi ríkisstjórn tapar miklu fylgi eins og þið bentuð á, þannig að þetta eru ákveðin skilaboð. En ég hef líka talað fyrir því að það sé mjög mikilvægt að í stjórnmálum, og það kannski hluta þessar umræðu sem við vorum með áðan, að við leggjum okkur fram það að skapa breiðari samstöðu, nálgast kannski þetta verkefni með öðrum hætti eins og við ræddum hér í gærkvöldi, með öðrum hætti en við höfum gert áður og ég held að það sé bara mjög spennandi áskorun. Breiðari hætti en sko, Vinstri græn, Samfylking, Framsókn og Píratar, stjórnarandstaðan eru með 32. Það náttúrulega mjög tæft. Já, það þess vegna sem ég að taka það fram, að ég held að skipti máli að nálgast þetta svolítið með þessum breiðari hætti. Og breiðari hætti það þá stjórn sem hann þá hlýtur að vera að tala kannski stjórn með Sjálfstæðisflokknum. Við þurfum bara stjórn yfir miðjuna og með Sjálfstæðisflokknum. Stjórnmál snúast heldur ekki bara meirihluta og minnihluta í þinginu, eins og ég hef verið að segja fyrir þessar kosningar. Þau snúast líka það hvernig við vinnum saman og hvernig við nálgumst það verkefni að starfa saman á Alþingi Íslendinga. Þannig að ég held umræðan alltaf þetta að telja hugsanlega. Við erum ekki að fara í minnihlutastjórn, held ég, á Íslandi. Ég held að það sé bara ekki okkar genamengi sem það svo að genamengi okkar sé svo frábrugðið öllum hinnum? Ég veit nú ekki hvað vísindin myndu segja það. Það ekkert endilega góð, til dæmis í Danmörku ræður Dansk Folkeparti öllu sem hann vill ráða í skjóli þess að styðja minnihlutastjórn. Ég hef meira reynslu að sitja í minnihlutastjórnum en þú, Egill, og ég veit alveg hvaða áhrif það hefur. Það breytir því þetta bara hvernig við vinnum og það breytir því að þó að ég telji að ég viti þetta allt best, þá þarf ég að semja málin með öðrum hætti en ef ég væri minnihlutastjórn. Ertu þess að mæla með minnihlutastjórn? Nei, Egill, ég er bara að segja það hér. Við erum því miður með þann kúltúr í íslensku stjórnmálum að það hefur oft verið bara ráðist, og það á við fleiri, bara þá flokka sem hafa farið með völdin hverju sinni, að það hefur verið nóg að meirihlutinn ráði. En það nóg? Nú ertu með og ég leyfi mér bara að segja það, mér finnst mjög mikilvægt, við erum alltaf að kalla hér eftir öðruvísi stjórnmálum og þú segir þú ert svo loðinn. Ég er ekkert loðinn, ég er einmitt að reyna að tala fyrir því öðru módel en því en við höfum verið hér föst í undanfarin ár, ég held sé mjög mikilvægt. Ég held að það sé okkar áskorun. Hvaða munstur á að reyna eftir þann pólitíska óstöðuleika sem hér hefur ríkt, að einmitt að við nálgumst þetta öðruvísi. Hvaða munstur á að reyna núna? Veistu, ég lá í baðinu í morgun og var að bíða eftir síðustu tölum á norðvestur sem að stundum hafa gert góða hluti fyrir mig. En það bara nokkri klukkutímar síðan að maður fékk síðustu tölur. Og ég verð bara að segja alveg ég meina, það ekkert þarna á borðinu sem að ég sé sem að þið sjáðu ekki. Þetta eru 8 flokkar. Já, þetta bara hrikalega flókið. Þetta hrikalega flókið. Og það verður að höfða til ábyrgðar allra. Ertu sammála Kötu að það sé nauðsynlegt að gera þetta í svona breiðara samhengi heldur en hefur verið gert? Já, það liggur fyrir það ekki tveggjaflokkastjórn í boði. Og það hefur ekki gefist vel frá hruni að vera öðru hvorum megin svona á pólitíska landsvæði. Ég held að það hafi ekki gefist vel frá hruni. Það að taka sæti í ríkisstjórn. Það hefur ekki gefist neitt sérstaklega vel yfir ríkisstjórn.
ef þú ert bara að hugsa það að auka fylgið þitt. Og það það sem held ég að hræði marga. Ég hef verið eitt þeirra sem hefur sagt, mér sama þó að sé erfitt, ef mér finnst að skipta máli og það leiðir til góðs fyrir land og þjóð, fyrir heildina, þá ætlum ég bara að gera það. Og ég meina, við erum að verja svolítið í þessum kosningum, einmitt vegna þess að við höfum verið lengi í ríkisstjórn. Ég held að við getum alveg fundið út úr þessu, en á endanum þá þetta ekkert flóknara en það. Við þurfum að sitja yfir málefnunum og spyrja okkur, getum við boðið okkar stuðningsmönnum upp á þessa stjórn þessi mál á næstu árum? Við erum kosin á grundvelli málefna, sko. Myndir þú telja eðlilegt að þú fengir umboðið fyrstur? Mér finnst það. Mér finnst það sem flokkur sem hefur sigrað öll kjördæmi, sem með langflesta þingmenn, sem í grunninn, sko, ef menn ætla ekki að mynda 5-6 flokka stjórn eða minnihlutastjórn, þá hljótum við að vera þáttakendur í næstu ríkisstjórn. Mér finnst það eðlilegt. Sigmundur, hvað myndir þú segja að vera eðlilegt í þessu framhaldi? Þú hefur nú verið forsætisráðherra. Já, ég svo sem engu við þetta bæta, eins og Bjarni bendir á, þá liggja tölunar fyrir núna og við sjáum ekkert sem aðri sjá ekki, held ég, í stöðunni. Þetta mun kalla bara á viðræður, menn kanni það hversu mikill samhljómur í því hvernig menn vilja nálgast verkefni sem framöndan eru. Og við munum menn þurfa að slá einhvað af kröfum, en í okkar tilviki þá erum við mjög stíf á markmiðunum eins og við lýstum fyrir kosningarnar, en opin fyrir því að skoða leiðirnar að þeim. Inga, hvað segir þú? Þú ert nú ekki vön að fara að mynda ríkisstjórnir, það ekki alveg... Nei, mér finnst alveg ástæða til þess að ég fengi pröfu það núna. En eins og ég segi, við erum til í öll góð störf og eins og þið réttilega bendið á, það sjá það allir hvernig landið liggur, það sjá það allir hvað hefur komið upp úr kjörkössunum og jú, þetta verður svolítið snúið, en eins og ég segi, í stað þess að tala hversu snúið það verður, þá vil ég segja að við séum bara svo frábær og við séum að stefna saman markið, þannig við hljótum bara sem fullorðnir einstaklingar með hugsjónir að geta bara tekið saman höndum og gera þetta vel. Hvernig sjáu þið þetta fyrir ykkur spilast núna? Þetta eins og Kata segir, frekar óljóst, en ég sé það líka stjórnarandstaðan sem hefur unnið ágætlega saman, hefur náð meirihluta og það nú annar viðsnúningur sem hefur átt sér stað, að þessi tæpi meirihluti sem var stjórnarliðum í hag er núna stjórnarandstöðunni í hag. Þannig að mér finnst það líka vera ákveðin skilaboð frá kjósendum og það eitthvað sem mér finnst fullt tilefni til þess að skoða. Við höfum áður fengið umboð til þess að mynda stjórn og við höfum lagt töluvert á okkur að finna grundvöll á milli flokka hvernig við getum unnið saman og við teljum að það sé ennþá grundvöllur til samstarfs og erum reiðubúin að axla ábyrgð og finna lausn sem hentar öllum vel þegar kemur að stjórn. Logi? Já, mér finnst þetta ekki vera svona flókið. Ég talaði það lengi eftir 5 flokka slitin fyrir 1 ári að það hefði bara verið handaverðin eftir. Fegurðin felst oft í hinu smáa, þetta eru margir ólíkir flokkar. Ég sé fyrir mér að stjórnarandstaðan styrkt með einu flokki geti mynda býsna breiða stjórn á miðju aðeins til hægri og aðeins til vinstri. Hvaða flokki? Já, það eru flokkar hérna í hliðina á mér sem við getum alveg skoða. Já. Þorgerður, hvernig líst þér á það? Já, það sem skiptir máli bara að mynda hér starfhæfa ríkisstjórn og helst með svona breiða skírskotun þannig að þjóðin verði sátt og hún fái það á tilfinninguna að við búum við fyrirsjáanleika og stöðuleika. Það skiptir öllu máli fyrir fjölskyldurnar, fyrir fyrirtækin í landinu. Þannig að fyrir Viðreisn væri kannski bara heppilegast að vera einmitt í stjórnarandstöðu. Það svolítið rétt sem að Bjarni segir að það áskorun og það ábyrgð mikil fólkinni því að vera í ríkisstjórn. Þannig að fyrir Viðreisn sem ungur flokkur, það freistandi að vera í stjórnarandstöðu og tala fyrir þeim málum alveg frjálst og óháð og ekki skuldbundin neinu fyrir þeim sem við höfum talað í gegn. Þannig að þú ert hikandi gagnvart því að fara í ríkisstjórn? Nei, ég ekkert hikandi, ég hef aldrei hikað við það að taka mér, nei það sem ég að segja, ég er búin að gefa eitt hint og það eru jafnréttismálin. Ég vil að jafnréttismáli verði í forgrunni þeirra ríkisstjórnar, ef að Viðreisn tekur þátt í einhverju ríkisstjórn, þá verði jafnréttismáli í forgrunni. Þannig að Katrín geti hugsanlega hringt í þig? Eigum við ekki bara aðeins að leyfa deginum að bíða? Katrín má alltaf Við getum alltaf heyrst, sko. Við getum alltaf heyrst. Eins og kunnugt er ég hringjandi rosa margar nema Sigmund. Sigurður, skulum loka þessu á þér. Þú sagðir í gær að það hefði oft reynst erfitt að mynda ríkisstjórn án Framsóknar. Sér þið fyrir þér að þið séu það virðist nú nánast ómögulegt núna reyndar? Já, niðurstaða okkar í kosningunum auðvitað góð og við erum að sjálfsögðu tilbúin að fara í ríkisstjórn það sem við lögðum áherslu á, eins og sjálfsagt allir aðrir.
En við höfum svolítið gleymt því hérna, það hefur verið dálítið talað dálítið annað. Hvað það sem þarf að gera? Hvað það sem fólkið var að kjósa okkur til þess að gera? Og við munum vera tilbúin til þess. Ég hef lagt áherslu í mjög langan tíma á mínum stjórnmálaferli að þessi skipti máli að búa til breiða samstöðu. Og til þess að búa til þá samstöðu og pólitískan stöðuleika í þessu landi þá þarf að mynda að mínu viti nokkuð breiða ríkisstjórn, hugsanlega frá hægri til vinstri yfir miðju eins og ég hef stundum sagt, eða eitthvað annað form, en lykilatriði við verðum að komast út úr þeim pólitísku óstöðuleika sem hér hefur ríkt allt frá hruni. Og það er verkefni okkar, við ljúkum því örugglega ekki þessum þætti með ykkur og tölurnar sem að koma upp úr korsunum hérna undir morgun hér okkur ekki auðveldara fyrir, en það er verkefni okkar. En sko þið eru að tala um breiða ríkisstjórn og þá er nú eiginlega eðlilegast að hugsanlega að skera burt þessi séðna sem að þau bara fari og þið eru þarna þrjú saman. Eða skera okkur burt. Það er eins og segir sko. Þið eru að tala um stjórn frá hægri til vinstri, þá er það vinstri græn, Framsóknarflokkur væntanlega og þið hafið 35 þingmenn, það væri alveg sæmilega góð. En ég ætla að segja sko, það verður sennilega ekki gert hérna í dag. Þið eru að tala svolítið á þessum nótum. En það er auðvitað þannig, og það er rétt sem að bæði Katrín nefndi hér, að við getum þurft að horfa aðeins á öðruvísi stjórnarmynstur heldur en við kannski séð liðina áratugi og einnig það sama á Bjarni sagði. Þetta skiptir máli hvort að fólkið í forystu flokkana getur unnið saman, hvort það treystir hvort öðru. Getur þú unnið með Sigmundi? Ég get unnið með öllum. Ég hef sýnt það áður. Eru það einhverjir sem eru tilbúin að útiloka eitthvað hérna? Nei. Þú útilokaðir sem Sjálfstæðisflokkinn, var það ekki? Nei, ég gerði það ekki. Ég sagði bara að í lok kosningabaráttunnar hafi bara teiknað sig upp mynd sem að sýndi að Bjarni vildi fara vestur yfir haf og ég vildi fara til Norðurlandana og við þurftum þá að finna út hvort það væri þriðji áfangastaðurinn. Ísland. Ertu aftur konið í flugvélaleikin? Jæja, takk kærlega fyrir komuna. Þetta verður sannlega eitthvað, þið verður sannlega eitthvað í sambandi hvert eða annað svona næstu dagana. Já, við heyrumst Katrín í símann. Við skulum tala saman, við erum komin tíma á það. Og svo er náttúrulega spurningi, ég gerir ráð fyrir að forsetinn fara að kalla ykkur til sín á morgun. Það getur alltaf verið mikið seinna en það. Takk kærlega fyrir komuna. Við verðum hérna aftur eftir örskamma stund með álitsgjafa sem ætla að greina aðeins stöðuna núna eftir kosningar.